Jæja, það Flake. Lewis, Flake, Helgi Viggós, Pétur Birgis og Viðar Ágúst sem hefja leik fyrir Tindastól. Velkomin í Akan. Velkomin í beina útsendingu. Gaui heiti ég. Efsta vertíðin. Efsta deildin fyrir Tindastól, fyrsta deildin fyrir okkur, Svissum frá því síðast. Stólarnir vel að þessu komnir. Ég ætla að standa sig vel í vetur, það mín spá. Komum með mjög góðan þjálfara og bunga leikmönnum sem eru bæðir búin að taka miklu framförum orðnir ára eldri og svo með mikla reynslu bolta. Spurning hvort þessi verið að... Já, allt tilbúið, allt riðu. Við erum tilbúin hérna. Hefst þetta, Birgir Björn. Lewis, Pétur Birgis fyrir gegn. Hittur ekki, Flake tekur frákastið, Darrell fyrir þrist. Setur hann ekki, Pansi með frákast. Vel gert hjá honum. Pétur Birgis fiktar í honum. Nei. Helgi Viggós fær þessa villu. Kjartan upp með boltan. Pétur Birgis á hann. Ætla að henda á Bigga. Of langt. Helgi Viggós náði rákastinu. Lewis hinum megin. Á Flake. Flake skorur auðvitað. Leikurinn hefur myndað að sjá mikið af þessi úrvalsdeildinni í vetur hjá þessum tveimur. Kjartan, Birgir Björn, missir boltan, Lewis upp með hann, með flotta sendingu, Viðar róar þetta, Flake með boltan, setur hann örugglega ofan í 4-0, 0-4. Kjartan, Andri, afmælisbarnið, Panse, Lewis varnar, Birgir Björn, 8 sekundur, Kjartan, missir boltan, Helgi nær honum, hraðuplaup, Lewis, slæmsending, Helgi nær að bjarga þessu, Flake á Helga, Helgi skorur öll. Tími, Biggi, búin að vera á 0-6, stólarnir grimmir, flottir inn í byrjun. Eina hálfmynda, búinn að skora 60, 0-6. Biggi ekki kátur með þessa vörn, svona kettlingavörn. Staðan hér. Mikið rið í bekknum. Það gáði því fyrsti leikurinn á tímabilinu. Splunkunýtt lið. En það afsakar ekkert að berjist ekki. Pansi með innkastið. Kjartan upp með boltan. Villa. Pétur.
Panse kominn aftur inn í hópinn, það frábært. Ákvað að vera hérna í vetur, var að hugsa að fara suður, hætti við sem betur verð. Andri sækir að korunni. Birgir Björn frákastinu, fer uppi og skorar, vel gert. 2-6. Lewis veður upp, nær boltanum á Fleik, Fleik gerir þetta að lista vel. Þetta kann hann svo gríðarlega vel. Seta lappirnar fyrir sig, koma sér í stöðu og skora. Algjör meistari. Birgir Björn. Fleik ætlar að stela hann boltan, gerir það ekki. Nær að blaka boltan við Helga, sela boltanum. Pétur. Fleik í 3 stiga, hittir ekki. Kjartan upp með boltan. Og Kjartan hendur hann út af. Þetta menn ekki alveg að synka. Pétur. Helgi. Fleik. Viðar kemur upp niður. Fleik hérna skora léttilega. Þetta er allt og létt. 2-10. Helgi, Birgir, Fleik, til varnar. Þeir eru í vandræðum með að koma boltan á einhvern. Þetta var vel gert, Birgir á Björgvin. Setur boltan í 6-10. Vel gert, flott sending hjá Lewis. 4-12. Pétur góður í vörn á Kjartan. Kjartan snýsir samt á þessu, skorar og fer á línuna. Pétur kom með 2. Kjartan skorar Harbyrgi þarna, vel gert hjá honum. Setur vítu hann í 7-12. Pínlíf. Lewis og Helga Viggós. Vel gert hjá hann óheppinn þetta. Nær boltanum. Fer aftur upp í, hittir ekki, broti á honum fyrir á vítalínuna. Erfitt að eiga þennan dreng. Vill á andra. Skipting. Pétur fer út af. Inn á kemur Yngvi Ingvarsson. Helgi með flotta stróku hérna. 7-13. Hittar ekki síðara, en Darrell tekur frákastið. Vel gert hjá Björgvin. Vel gert hjá Björgvin. Helgin að bóti hann út af hingastólarnir. Lewis með hann, Yngvi, Fleik, Ágúst. Lewis ætlar að bakka Björgvinu, setur hann Ágúst, vel gert. 7-15, flott þarna, Lewis sá manninn. Birgir Björn. Björgvin. Næstu búinn að missa hann að Birgir með boltan, leitar á manni. Þeir vaði hann, Birgir heldur boltanum, vel gert hjá honum, kemur boltan á Pansi sem fyrir 3 stiga skot. Hittir ekki, Fleik með frákastið, fljótur að koma hann á Lewis, kemur inn í ræðuplaup. Setur hann á Helga sem skorar þetta körfu. 7-17. Kjartan. Panse. Kjartan. Yngvi til varnar. Kjartan fyrir upp í skotið. Hittir ekki, Birgir Björn með frákastið.
sækir fasta körfun og skorar, vel gert. Já, menn fyrir að vera á tánum í vörninni, það alveg pottet mál. Svo að vanti hérna stóra sterka stráka hjá okkur, þá þýðir ekkert að getur ekki spila vörn, allan hann reynt að gera það. Hlustum ekkert á neitt og æl. Fyrsta skiptingin hjá KV, Björgvin út af Óskar Kristjánsson á. Það getur vel verið mismæli með eitthvað pínlítið hérna, kemur beint úr fótboltaleik. Það var ansi kalt í ísskápnum hjá okkur úti. Við erum bara fyrirgefið með það. Haustriði líka hjá mér, eins og hjá öðrum. Já, taka 6 mínútur búinir hérna leiknum. Það er mikil munur á þessum tveimur liðum. Frábært, vel mannað lið Tindastóls. Við erum með örugga fórystu hér. Það er 9:17. Við endur ekki Árnar óskir til formanns Tindastóls Stefáns, fertugur í dag, til hamingju frá okkur að vestan. Klukkan eitthvað að stríða okkur á jakanum. Það er ekkert nýtt. Komaði á framfæri hérna að þessi klukka okkar er forngripur. Hún er síðan 1993. Það er ekki komið tími til að fara að skipta. Koma okkur inn í nútíman. Það er mikið að nota svona pásur og fara fram að fá sér kaffi eða eitthvað með því.
Benjamin, Darrell og Darrell eru íslenska ríkisborgarar rétt báðir. Erlendur leikmaður er ekki með í dag. Hann situr á bekknum, Páll Rólegur. Ég er ekki alveg klárbjörnsi hvað hann heitir, kanninn hjá þeim. En það er erlendur leikmaður þeirra. Það er alveg víst að þetta lið verður gríðarlega sterkt í vetur. Mikla reynslu, flotta unga stráka sem eru ári eldri. Nei, við erum ekki komið með. Flórian var ekki komið leikheimild. Nebojsa var skilinn eftir í morgun á flugvellinum. Það var ekki fært í gær. Þeir gengu fyrir flugvél í morgun sem átti pantað í morgun, þannig að hann var skilinn eftir og kemur vélina eftir. Og svo er Jói meiddur, þannig að stóru strákunum þrír eru meiddir. Hinir verða bara að sjúga upp í nösina og spila. Það þurfi geta kvart yfir, ég fá ekki tækifæri. Nú, ég var með pínu kuldasára áðan hérna þegar ég kom inn, glemdi að kynna dómarinn okkar, Björgvin Rúnars, Steinar Orra og Rögnvald. Býð hjartanlega velkomna til leiks í haust. Og þið hérna áhorfendur, að meðan við bíðum, þá er gott að skella sér fram og fá sér eitthvað að drekka og eitthvað með því. Þar. Nei. Jæja, þá er þetta held ég endalega þessi blessaða leikklukka hérna, klukka sem ég er búinn að tala um í mjög langan tíma. Hún er algjörlega gefið böndin, hún er síðan 1993. Við erum haldið við að Sævar Óskarsinni okkar. Við erum margbúin að segja að það þarf að setja nýja klukku hér í húsið. Það þarf að ganga algjörlega fyrir öllu hér og skipta hér um gólf. Ég er kannski pólitískur í því en samt ekki því það eru margar íþróttagreinar sem eru hér að keppa í þessu húsi. Ef að klukkan er biluð þá er ekki neitt gert. Og Ingo, þetta er nú bara einfalt, þetta eru lög og reglurnar hjá KKÍ. Það er ekki þeir sem eru að gæra heldur er það KKÍ. Því að þó að bæði liðin séu sammála og myndi vilja nota þeir kanan sinn og við okkar, þá er það bara ekki leyfilegt. Og þá eiga bara þeir sem eftir eru að nýta tækifærið. Mikil rekistefna hérna á Riddaraborðinu. Gamla bótett-klukkan algjörlega snarruglu. Hún hringir ekki einu sinni inn til þess að vekja mann hvað það meira. Þetta er pínlegt, leiðilegt. Ágætt fyrir mig, þá getur fengið mér hérna smá kaffi. Ég er ennþá kalinn og höndum og fótum eftir fótboltaleikinn áðan. Og ég býð ykkur sem að heima sitji bara, fá ykkur kaffi, tár á meðan, eða kannski öllara eins og Ingo er að gera. Já, Ingo, þetta er alveg rétt hjá þér. Afskaplega dapurt hjá BÍ áðan. Blessuðu förstu leikatriðin hjá okkur eru alveg að ganga frá okkur. Betur verður bara einn leikur eftir og við erum ennþá í fyrstu deild. En á mótið kemur þá var ég með hissa að við skildum ekki nota ungu strákan okkar heima til að klára þetta fyrst að við vorum öruggir með fyrstu deildarsætið.
Mér líst ekki á þetta. Já, Ingo, ég veit það. Þetta var bara ekki nógu gott. Alls ekki nógu gott. Og ég var ekkert að grínast með það ég sagði eftir leikinn að Matti hefði verið bestur maður leiksins. Þó hann sé yngstur hann inn á að þá var hann algjör leiðtogi og bara frábær leikmaður sem hefur nýtt sitt tækifæri í sumar til hins ítrasta. Hérna chillum við bara í funkinu. Bíðum eftir því að klukkan okkar verði dæmd ónýtt. Og það er nú bara svoleiðis að þá þarf að gera við og það er ekki hægt, það er ekki til neini varalítur í þessum blessuðu klukku. Hún er basistíma, hún er 21 árs gömul. Meðan við erum að bíða eftir klukkunni þá er gaman að geta þess að Andri Már Einarsson á afmæli í dag. Hann er 17 ára og kom með bílpróf. That's it. Bjössi, jú, við erum með svoleiðis.
Það er bara rekistefnum hvort það megi vera hérna. Við þurfum að nota mikrofón og nú er bara að sjá hvort að dómarnir samþykki það. Já, Ingo, ég sammála þér. Það var ekkert háttaðan reysið, það var helst. Matti, Óli, Hatti. Já, mér fannst þetta eitthvað óaðlega dapurt. Það var ekki mikið um vörn allavega.